Það mjög mikil viðurkenning og bara mjög mikil hvatning til framtíðar að byggja enn frekar á þeirri fagmennsku sem hefur orðið til í þessu verkefni. Stendur og fellur með hugmyndaöfgi kennaranna og þeirra gleði til að skapa aðstæður sem að skapa mikinn áhuga hjá börnunum, bæði elstu börnum í leikskóla og yngstu í grunnskóla, á læsi og stöfum og bara umhverfi sínu í heild sinni. Þetta byggir á gömlu samstarfi sem hefur verið í mörg ár við leikskólann og mér langaði svo að gera þetta markvissara, fara að vinna meira með læsi og þennan flutning á milli skólastofnana. Bara leið við byrja í fyrsta bekk þá vissum við stöðuna og undirstöðatriðin og við færum að læra hvert á öðru og þekkja styrkleika beggja skólastiga og nýta þau. Við erum byrjendalæsiskóli þannig að við vildum náttúrulega bara byggja á þeim grunni sem við værum að nýta en svo náttúrulega bara þessi kennarar sem við erum að vinna með bara frábærir og eru svo skapandi og bara sjá tækifæri í alls konar efni við og öðru. Í rauninni þetta bara algjörlega þeirra verk og hvað þær spinna út úr verkefnunum sínum. Við leggjum í leikskólum virkilega áherslu á útikennslu og við erum með þetta útikennslusvæði sem bara skógur rétt fyrir ofan grunnskólann og við erum með annað útikennslusvæði sem nær leikskólanum. Við vildum bara tengja útikennsluna við þetta verkefni til þess að halda okkur í leikskólakennslunni. Alltaf þegar mamma og pappi eru að gera skilboð þá les ég alltaf skilabóðin. Þú veist alltaf hvað þú að senda? Já. Þetta hefur reynst mjög vel. Við erum búin að keyra þetta í 1 ár og þegar við tókum lesviðmina í vor þá náðu yfir 92% barna í fyrsta bekk fyrsta viðmið. Þannig að við erum að ná gríðarlega góðum árangri í lestrinum. Þannig að þess vegna viljum við halda áfram. Ég bara vona að fleiri taki þetta upp og nýti þetta verkefni vegna þess að það allavega hefur gefið okkur mjög góða raun og ég held að þetta geta gert það á fleiri stöðum.